það náttúrulega loðnubrestu 2 ár í röð, þú ert náttúrulega með mikil umsvið innan gæsalappa þá í augnablikinu það ekki á Vopnafirði þar sem það er frægt þegar að sko, voru ekki tankarnir voru dregnir þarna vestur. Vorum heppnir með veður, það var alltaf logn allan tíma. Logna, já, ég segi það. Það er gott að vera heppinn. Já, það er gott. Það þarf að stundum vera gott. Ég þekki menn sem treysta á að vera heppnir. Já, vera slétt í sjóin. En þetta var ævintýri þegar það var farið með sem sagt hérna úr örfyrir seg yfir hvað með loðnuvislu og svona heldur það komið 3. árið í röð heldur það hvalurinn farin að keppa við sjávarútvegsspurningu? Mér langar aðeins að bæta við þessa spurningu sko. Það lítur einmitt að sko líffræði sjávarins af því að þið eigi nú svo mikið undir hafrannsóknum og líffræði sjávarins sko þessar ákvarðanir þið byggja alltaf á sko á hérna ráðgjöf til eins árs í einu og þarna allt undir það þessi hvað mikið sett í rannsóknir hvað eins og kemur nú í ljós kannski með hvalina við vitum kannski bara ekkert mjög mikið hann sagði nú bara hérna daginn Ægir Páll sem er hérna hjá Iceland Seafood og mikil samstarfsmaður þeim fjölda ára félagar og vinnur og samstarfsfélagar hann sagði það orðrétt við okkur að það væri hnúfubakur og það væri hvalur bara einfaldlega í Ísafjarðardjúpi sem hefði aldrei sést þar áður. En þess, kannski aðeins í framhaldi þessu sem varst að koma inn á þessi að vita ekkert eða sko hafa bara 1 ár í einu undir í ráðgjöfinni og þekkingunni á lífríkinu. Er það ásættalegt fyrir ykkur sem eigi allt undir þessu? Og ég sagði svona afturbak bara. Þá myndi ég segja sko að ég hef alltaf verið gagnrýninn á það að við ákváðum að sérstaklega 84 eða í desember 83 þegar Alþingi ákveður að setja veiðiréttin á fisk í skipið. Ekki til ríkisins, ekki til fiskvinnslustöðvanna, ekki á uppboð og ekki til sveitarfélaganna. Að þá var ákveðið að ríkið myndi taka þessi rekstur Hafró. Og í dag Við sáum það áður. Nei, þetta var bara nokkri menn. Já, ok, já. Nú er þetta orðin 200 manna stofnun, hátt í 200 manna stofnun. Já. Og núna síðustu 10-20 ár á sjávarútveginn komið miklu meira að hafráðsóknum. Við þurfum, það er ekki hægt að segja bara, það vantar alltaf meiri pening að hafráð. Ríkinu vantar endalausan pening. Já. En það vantar miklu meiri skilvirkni í rannsóknir. Og alveg svo þú segir, sum ríki er ekki ákveða kvótan frá 1 ári til 1. Þau eru með miklu lengri tímabil. Já. Að því við þurfum að hafa fyrirsjáleikan og við getum ekki látið bara ríkisstarfsmenn í Hafró bera bara ábyrgð á allir greininni. Við verðum að skipstjórarnir okkar. Já. Þetta eru mjög fróði menn. Þeir eru búin að áratugi. Þeir segja okkur að það er gríðarleg aukning á hval. Við vitum að hvalurinn borðar. Já, hann þarf æti. Þannig að hann hefur mikil áhrif. Og ég held að núna næstu árum þá er stjórnvöld og greinin að sitjast niður með ákveðnum aðilum frá Hafró. Hvernig hefur við gerið til framtíðinni? Að það gengur ekki upp að ríkið sé hér og við séum hér, við erum að vinna eftir lögum. Bókhald Prims unnið eftir lögum. Eðlilega. Svo er ég alltaf skammar að 2 til 4 ára fresti í hverja einustu kosningum. Og fólk er ekki að segja, já við eigum þetta, við viljum bara hafa meira pening. Já, þú farið peningi gegnum launatekjur í sjávarútvegi, gegnum afleitt störf. Já, og hagnaði náttúrulega sjávarútvegi. Já, og við erum hluta samfélaginu. Þannig að mitt svar með Hafró, við þurfum að taka það algjörlega til gagngera endurskoðunar. En við getum ekki eitt öllum tíman okkar í rífast alltaf hvernig lögin eru.